Þá ætlum við að halda áfram í föstudagstæktinum sem við tökum upp að þessu sinni hérna borð í hvalaskoðunarskipinu Ambassador sem gerir út frá Akureyri og við ætlum að fara að tala bíla og mótorhjól. Já. Er þetta okkur móðgandi fyrir ykkur að fara að tala bíla og mótorhjól hérna borð í bát? Nei. Virkar. Já, gríðarlega móðguð. Ég var samt að spá, sko, áðan þegar þeir voru að koma ykkur saman, hvort það væri nokkuð einhver styrleikja milli bíla og mótorhjóla samfélagsins. Já, það það alltaf. Það það? Þetta vinnur allt saman svona. Já. Já. En þeir eru ekkert endilega saman í miði? Það eru fínir við beinið. Sko, ég vissi að vera með heldur en að, já, stjórna ykkur, sko. Ég vissi þetta væri eitthvað svona, sko. Það væri. En það eru allir farnir að pússa náttúrulega hjólinn. Maður sér alltaf mótorhjólavinni sína gríðarlega glaða þegar það er hægt að taka þau fram aftur. Eru þið dömundar komnar út með hjólinn á milljón? Já, mitt reyndar bilað var að fá varahlut í gær, þannig að við vonumst til þess að það komist í gang helgina. En jú, bara við fyrstu dagana sem við getum hjóla, þá erum við að sjálfsögðu komnar út og kannski ekki alltaf að bóna en meira að hjóla. En hverju breytir það fyrir bílaunendur að fá sumarið? Það er náttúrulega hægt að keyra bíla allan á síns hring, en hins vegar eru þessir flottu Ford-bílar og blæjubílar sem maður sér allt í einu að fara að viðra sig þegar það er komið rétt að veðri til þess, ekki? Já, það gerist alltaf, sko. Hverju voru? Já. Og við segjum það að sumarið komið með bíladögum, sko. Já. Sem hann alltaf styttist í bíladaga. Já, það er bara vika, rúm. Rúmvika. Það er ekki þessi helgi, heldur helgin þar á eftir. Já. Er þetta langstærsti viðburður bílaáhugamannsins á Íslandi? Já, það er það. Og bara heldur áfram að stækka eða hvað? Já, þetta lengist einn dag núna og fjölgar einn viðburð og það er svona meiri tilefni 40 ára afmælis félagsins. Já. Bílaklúbburinn var 40 núna 7. maí. Þannig að við þurfum að hafa þetta almennilegt í sumar. Hvað er þetta orðið margir dagar? 5. Þetta er 5 dagar, þetta er svaka hátíð. Já, já. Hvaða viðburðir eru búið að bæta við? Drulluspinnu. Já. Það hljómar eins og eitthvað. Já, já. Rosalega. Hvar haldið þið hana? Bara á svæðinu frá. Já. Við tökum þarna smá tún enda af gamla tjaldsvæðinu okkar. Búum bara til fen í því og... Látum vaða. Og spilið í drulluði. En Nornirnar eru félagsskapur mótorhjóla kvenna hérna á Akureyri sem er líka að fagna tímamótum, 5 ára. 5 ára. Hvers vegna að hafa sérstaka Við viljum fá að vera saman og við viljum fá að læra að skrúa sjálfar og við tökum nýlega nokkra í olíuskiptanámskeið og við getum líka alveg spólað og prjónað en viljum kannski ekki vera svona aðeins meira sér. Já. En þetta bara styrkir okkur og við erum að gera ótrúlegustu hluti sem við höfum komið í gegn. Og einblínum á mótorsportið, mikið innvöld í bílaklúbbin. En svona, fyrst að þið sér konuklubbur í þessu, eru konur að keyra öðruvísi heldur en kallar, finnst þið það á mótorhjólum? Já, það er bara alveg sem með bílana, þú veist. Það eru svona ákveðnir sauðar sem keyra aðeins hraðar og við höldum okkur svolítið saman, sko. Já. En annars eru við nú frekar stilltar stelpur, sko. Já. Flestum stundum. Hvað er þið margar núna í þessum félagsskap? Eftir við lokuðum klúbbnum þá erum við 6 núna. Já. Við vorum 8-10 en margar óvirkar. Þannig að við tókum það okkur að loka klúbbnum og fara það sem við kalla traditional leiðin, gamla leiðin. Já. En þið eru alltaf að gera eitthvað helgina. Hvað stendur til? Heyrðu, við ætlum að vera með skemmtidag með bílaklúbbnum upp á svæði og við ætlum að grilla pilsur og gefa pollapöksísa og vera með hattrætti við flotta vinninga og reiða börn og bjóða upp á stutta bíltúra með BA-mönnum, forbildeildinni. Við ætlum að vinna þetta svona svolítið saman. Og svo verður hjá okkur, BA og Nornum, bæði slökkutækjanámskeið og skyndihjálp fyrir og eftir sjálfa hátíðina sem tryggingafélögin voru að styrkja okkur við að halda. Þannig að við erum að reyna líka að standa á vaktina, að vera klár ef eitthvað gerist, að geta þá brugðist rétt við. En þið með bíladaga, þið miðið ykkur alltaf við 17. júní að bíladaga sé haldinn? Já, það er bara alveg mikil hefð eins og kirkjan stendur alltaf þarna að bílasýningin er á 17. júní. Já, það er stóra bílasýningin. Já. Og það er þá lokadagurinn hjá ykkur? Já, þetta árið, sko. En væntanlega næsta ári myndi það snúast við, sko. Þá er 17. júní að ég held á miðvikudegi. Já. Og þá byrjum við á bílasýningunni. Já. En eins og þetta er núna að byrja á föstudag. Annars þurfum við alltaf lengi bíladagana 1 dag í viðbót.
Já. Sem ekkert slæm hugmynd, sko. Nei, En það Ford-bílar- verða 7 dagar í framtíðinu, sko. Já. En Ford-bílasýningin sjálf líka gríðarlega stór og orðin. Já, þetta orðið bara, það verða sannlega hátt í 400 sýningatæki núna. Já. Og það náttúrulega af öllu gerðum. Megnis að svona uppistaðan svo sem gamli bílar, en þetta allt upp í bara nýja bíla frá umbúðunum líka. En hvernig það nú, hefur tíma bíladagar verið umdeildi dagar þar sem sumir segja að þetta sé nú allt bara bölvapakka að koma hérna í bæinn okkar fína. Það svo alltaf, sko. Svo við orðum þetta á íslensku, en Já. þið hafið náttúrulega reynt að kannski vinna svolítið í þessum málum og tekið þeir fyrstu tökum svolítið. Já, það alltaf unnið í því og þessi hátíð nú að breytast mikið, sko, að þetta ekki hátíðastemming á þessu svona eins og var. Ekki gamla fyllerís? Nei, þetta náttúrulega, nú erum við með alla viðburðina á svæðin okkar. Já. Það breytir miklu, sko. Eins og þetta var, þá var verið að keppa hérna á bílaplönum allan bæ og þá náttúrulega var þetta hátíðin svolítið í hverfunum, sko. Já. En nú þetta bara allt upp á svæði og við erum með tjaldsvæði og höldum okkar gestum þar. Og spólbrautin opin. Já, og svo spólkvöld þarna, spólsvæði sem allir geta spólað á bara fritt allan sólarhringinn, alla bíladaga. Já. Og það náttúrulega dregur úr þessu að menn sé að leika sér hérna á götum bæjarins. En við sáum nú könnunum sem að Keilir stóð fyrir að þetta nú ekki eins kannski óvinsæl hátíð og kannski margir vildu vera að láta því að það, ef ég man rétt, þá voru 67%, nú kannski ég að fara með flippur, en þá voru talsveit margir sem voru bara mjög jákvæðir gagnvart hátíðin. Þetta svo í fyrra maður og verður núna, maður veit alveg hverjir að kvarta, maður þekkir orðið símanúmerið, sko. Þetta bara fámennur hópur sem maður hefur hátt. En hvað áttu von á mörgum gestum þetta árið? Það alveg sem eru að koma eða einhverjum til þess að telja það. Það talað einhver 8-10.000 manns sem heimsækja bíladaga eða bæinn á þeim tíma. Þeir eru alltaf fyndnar þessi talningar, hver telur? Já, út frá hverju talið? Þetta mjög óáræðanlegt. Það erfitt að segja nákvæma tölu, en þetta skapar vissulega mikið líf og þetta náttúrulega líka mikilvægt fyrir bara viðskiptalífið í bænum. Já, þessi dagar. það alveg. Þetta færi gríðilega tekjur á alla staði. Það tekjur af þessu hér í öllu gistingu og matsölu og alls konar þjónustu. Og ef vel gengur þá náttúrulega bara hálfgerð bílasýning að keyra hérna bæinn þessum dögum, sem svolítið skemmtileg. Já, líka mikið á bæinn. Já. En allavega, ef fólk vill fá upplýsingar, nánar upplýsingar, hvort heldur sem er bílaklúbbinn eða yfirvel Nordbílar, þið eru væntanlega á Facebooku með heimasíðu og þess háttar. Þið eru ekkert búin að loka að eilífu, hann ekki það lokaður klúbburinn? Nei, alls ekki. Þetta bara þrengri inntökuskilyrði og þú þarft að vinna þér inn merkin og þetta svolítið skuldbinding. Vita hvað glussi er? Já, þú veist, það reyndar svona sleppur, skilur, en þú ert allavega að vera komið með próf og eiga hjól til þess að vera fullgildur meðlimur. Herðu, opnun, er það næst? Já, ég fór í gær hérna í gamla Kea-húsið, þið verður bara að googla þessar heimasíður fyrst að náða því mikinn. Já. Ég fór í gamla Kea-húsið í gær hérna á Handflugnu í miðbænum á Akureyrinni. Þar eru komnir saman leigjendur hjá Reitum og þau voru að gera það sem kallast grænn leigusamningur og er þetta víst fyrsti samningur sinnar tegundar hérna á Akureyri. Við skulum bara kíkja þangað.